Ræða íslensku þarf ekki að vera fræðilegt og gáfulegt. Það má nefnilega leika sér með tungumálið. Á sunnudaginn verður frumsýndur nýr þáttur á RÚV sem fjallar íslensku. Þar verður fjallað hvernig ný orð verða til, dónaleg orð, af hverju sérfræðingar tala oft svo óskiljanlega, hvernig íslenskan verður orðin eftir 100 ár, hvernig best að lesa í líkamstungumál. Það verður fjallað íslenskar mállýskur, veggjakrot og mannanöfn svo fátt eitt sé nefnt, auk þess sem leitað verður af málfarslögreglunni. Kastljós kom við á tökustað þar sem tekið var upp fyrir þennan þátt söngatriði með þyrluskoti. Öll þessi orð, öll þessi sagnorð, öll þessi atviksorð, lýsingarorð. Hvað eru þið að gera hérna í dag? Við erum að taka upp tónlistaratriði fyrir nýjan þátt sem heitir Orðbragð og þetta svona, orðalag. Við erum að reyna að fanga kjarnan í þáttunum í einu lagi. Það var sérstaklega pantað af pródúsernum. Þetta svolítið svona stórt og mikið, það þyrlur. Já, þetta svona íslenska aðferðin við þyrluskot, svona lítil fjárstýrð þyrla í miklu roki. Og eins og sést hérna að þá verður þetta meira stuð og minni fræðsla. Er það mikilvægt að hafa stuðið meira? Íslenska og íslensku kennsla hefur yfir sér einhver svona áru leiðinda og ryks og flösu og stagls sem við ætlum að láta hverfa með þessum þáttum. Af því að íslenska tungumáli er lifandi og skemmtilegt og það á að leika sig með það. Maður á ekki að vera hræddur við að fíflast neðs með það. Og við ætlum að toga það eins og teygja það og snúa upp á það og gera það svolítið grínaði líka, en líka svolítið hefjað upp. Og hvernig eru þið að nálgast tungumáli? Getur sagt okkur frá okkur svona dagskrárliðum eða eitthvað svoleiðis? Þetta er ýmiss konar. Brynja fer út víðan völl og tekur viðtöl við hinn og þessar spekinga. Og yfirheyrir þá í svona ýmsar furður tungumálsins. Jæja, Knútur, þú reynir á. Sagtu fyrir mér 2 rauðaldin. Nei, Knútur, nei, rauðaldin. Nokkur knippi af bjúaldin. Duglegur strákur. Ég er þarna með einhverja tilraunastofu og svona lista yfir orð sem ég finnst asnalega eða skemmtilega. Komið þið sæl og velkomin í Litla málverið. Við höfum ýmis torkennileg tákn í stafrófinu okkar. En það sérkennilegasta er án efa þetta hérna eð. Þetta er svona frekar óhrjálegu stafur, lítill og ljótur og asnalegur í laginu. Þetta er svona fer illa í leturgerðum og er almennt til óþurftar. Það er eiginlega bara við og Færeyingar sem erum að nýta þetta eitthvað. Svona svipað með hrefnurnar og það. Raunin ættum við að vera að fá svona styrki til að halda þessu við. Svona svo þegar maður er að láta pandabirni eðla sig í dýragörðum og svoleiðis. Hver er svona fyrsta hugmyndin sem þið fenguð í tengslu við þennan þátt sem þið gerðu ykkur grein fyrir þetta gæti orðið skemmtilegt sjónvarp? Meðal þess sem fæddist í svona fyrstu metrónum var til dæmis bara hvernig verða ný orð til? Getur maður bara fundið sjálfur upp eitthvað nýtt orð og byrjað að nota það? Getur það verið? Hvernig kemur maður ný orð inn í orðabók til dæmis? Við komumst náttúrulega því eftir að hafa rannsakað málið að já, það getur hver sem er búið til nýtt orð og byrjað að nota það. Ef einhver annar skilur það, þá er það bara fungerandi orð. Það er mjög mikið veður á Íslandi og við höfum mörg orð yfir veður. Sum eru skiljanleg, en flest ekki. Orð eins og lognmolla, lámukingja, klessingur, skumpa, pós er einhver svona snjókoma, útsinningur, tíkargjóla. Þetta er einmitt svona tíkargjóla. Já, þessi þáttur hefur göngu sína hér á RÚV á sunnudagskvöldið skildu áhorf.
Við þökkum fyrir í kvöld í Kastljósi. Sjáumst annað kvöld, verið sæl.